Jæja, Velkomin! velkomin. Ég ennþá svona, mér líður þess að ég hef fengið blauta tusku í andliti eftir þennan þátt. Þessi þáttur var bara algjör negla, sko. Já. Þetta var bara, Ég er smá í sjokki. ég bara ágreins, hún er eitthvað mögnuð, sko. Já, hún er Við fengum sem sagt Írisi Líf til okkar sem er búin að vera mikið á TikTok. Já, hún er að tala um svona FIRE, Já, heitir þetta. Fire, já, Hún ætlar að hætta að vinna fyrir 30. sem er bara eitthvað, og var að segja hvernig hún ætlar að gera það. Já, Og alls konar sparnaðaráð. Já, Og hún er bara eitthvað svona, þú veist, maður heyrir um að spara, hún er bara á öðru leveli, nei, sko. sko, þetta með sjampó er gott mér, sko. Já, Ég ætla ekki að segja of mikið, Nei, en bara þið verðið að hlusta, sko. þetta er ótrúlega Já, góð þáttur þetta er ótrúlega góður og ég held þáttur. að sé Hollt fyrir alla. margt hægt að taka úr þessu. Mhm. Já, þannig að Bara gott fyrir alla að hlusta og líka hún er svo skemmtileg og Já. lífleg og bara ógeðslega gaman að hafa þið hana, eru alveg in for a treat í dag, sko. Já, en já, mér langaði líka, ég er svo ána með, Gjöfuna sem ég gaf þér. já, ég er með þess að held á henni. En það ekki? Jú, en erst ekki líka núna, ég er með svo þurra varir, en ég er samt svona í finna, þær eru að vera betri og líka bara svona kuldin alltaf búin að fara upp og niður núna, sko, en ég sko elska, ég náttúrulega er mikið, við erum báða svona make-up skvísur, sko, Já. og líka bara svona gaman að fara og líka, þú veist, ég sko, út af maður langaði svo að segja ykkur frá snirtibutunni sem við erum með, sem er sko svona vildakerfi hjá þeim, út af því að það Hjá er Lifa svo Heilsu. næs, já, hjá Lifa Heilsu, við erum í samstarfið þau og þetta passar inn í þátti þegar við erum að tala um sparnað og svona, það ættu allir að vera í snirtibutunni, því að þú skráður bara inn, það er ekkert mál og fer bara inn á síðuna, ítur á snirtibutuna og segir bara skrá mig og þú fær sem sagt alltaf 10% afslátt. Mér finnst það gali. Það er galið, akkur eru Ég ekki vissi allir í ekki að þessu? þessu, nei. Og síðan ef það er eitthvað afslættir, þá náttúrulega, þú veist, þú farið að vita og þú veist, bara svona alls konar fríðindi En sko með að við vörumerkin sem eru þarna inn á, skilur, að þú ég myndi alltaf skrá mig upp á hennan 10% afslátt af því að þú ert að kaupa eitthvað x mikið, þú getur að kaupa lyfin að það líka, skilur, Já. þú veist, er það ekki? Jú, en ég veit ekki Og krem. Já, krem. Þú veist, þú getur keypt bara allt, sko. Ég veit náttúrulega, lyfin eru náttúrulega örugglega Ég er ekki að tala um, nei, en ég er að tala um, skilur, þú veist, Já, bara já, þú getur já, já. keypt Já, allt, já, getur skilurðu, keypt allt annað, í einu, fattarðu? Ég er ekki að tala um þennan afslætti. Nei, en ég skil hvað þú meinar. Ég ætla bara að taka það fram svo. Já. Það var ekki allir æstir bara í styrtum. Ég ætla að Fá panodil í dag. Já, maður fá panodil. Nei, en þetta er, já, þetta Ég er að tala um meira ógeðslega svona þægindin upp og að geta keypt Já. allt þetta snirti eða þú veist eins og logo-based kremi, ég nota það mikið á Nóra því hún er svona XM Já, ég sá og það er til dæmis, ég setti það inn á listan okkar í við erum satt með lista inn á Lifa Heilsu sem er bara svona mömmulífumæli með og við settum alveg bara slatta af okkar svona uppáhaldsvörum sem við notum bara Já. mikið, skilur. Og bara sem við mælum með. Já, Já. og logo-based er einmitt þetta repair-krem og sérstaklega þetta appisnugula, það er alveg svona Það er alveg Já. gott, sko, fyrir svona og ég er svo kaffisuna, sko. glöð að miðla þessu áfram því ég var alveg við vinkonu mínar bara hvað á ég, skilur, og það mælti flesta með þessu þannig að Já, það er mjög gott og líka bara í snirtibutinu og þarft aldrei að vera með eitthvað kort eða vesen, þetta er bara skráð inn á þitt, já, skilur rafrænu, skilur ekki, skilur kennitöluna, þannig þetta er ógeðslega easy, þannig ég bara skil ekki ekkur allir eru ekki að gera þetta, fá afslátt, sko. en við talum afslátt, þá erum við samt með kóða Já, kóði. sem er mömmulífið Já. þannig að ef þið viljið miklu meira en 10% afslátt þá Gerum getið við þið ennþá meira. fengið 20% afslátt 20, það er náttúrulega aðeins svona, sko. með kóðanum mömmulífið Mömmulífið, ekkert íslenskt. Nei. En já, en við erum allar, já, það er eitt svona sparnar triks fyrir ykkur hérna, Já. skrá okkur í snirtibutuna, sko. En já, eða ekki bara... og nota kóðan Og nota kóðan, Yes. bara gera en allt. keirum að þáttir í gang Eða það ekki? Jú, gera það. Gera svo vel. Jæja, velkomin í mömmulífið, Íris. velkomin Takk fyrir að koma. Já, bara sjúklega gaman að koma hérna til ykkar. Já, það fyrir að mæta geggjað. svona snemma líka Já, takk fyrir. Nei, ég elska það, mér finnst það Það geðveikt. ekki? Bara jú, ég bara vöknu 6:30 þannig að þetta er fullkomin tími. Oh my fyrir God. mig. Ertu 6-30 típa? Nei, ég er það ekki sko, ég Nei. bara rembast algjörlega Ok. við að reyna að láta það virka sko, af því að veist, bara svona til þess að fá smá tíma fyrir mig áður en að ég þarf að fara að vekja
Anastasíu og fara með henni í leikskólan og Já, svona. dóttuðina, oh my god, já, hvað vil Já, ég sé þetta sko. vaknar undan henni þá. Já, hún Já. er rosalega B-típa, sko. Já. Við erum það öll, þú veist, Ókei. mig langar ekki að vakna svona snemma og það er ekki náttúrulegt fyrir mig, en hérna, þannig að ég þarf alveg bara að hún myndi vilja sofa til klukkan 10 alla daga. Þannig að það er alltaf alveg dálítið fæta vengjana. Nóra mín er líka svona, Já, það, ég er alltaf einmitt. bara vakna og kveikja til ljósin og náttúrulega að syngja, sko. Einmitt, það er alveg svo En leiðis ég hjá er mig. alltaf, þú ert að peppa mig. Ég er Já, alltaf að já. sjá eitthvað svona, eða svona eitthvað gælur sem ég er að followa sem er bara, yeah, wake up before my baby, eitthvað hérna, ég bara, hversu geggja. Það er Já, náttúrulega það er draumurinn nefnilega geggjað, og líka sko. þá nærðu líka ertu þá að gera eitthvað svona rútínu, morgunrútínu eða svoleiðis? Já, ég sko byrja alltaf daginn á því að fara í sund. Já, ég bý bara hliðin á sundlaug. Ok, þú ert svo mikið með þetta. Að hérna, ég labba í sund alltaf og sem er sjúklega kósi fyrir utan, þú veist, núna er þetta ógeðslega kalt og hérna frekar dimmt úti en síðan, já, ég fer í sund, ég er ekkert mikið að synda, það er svo ógeðslega tróðfull lögin alltaf af gömlum köllum á þessum tíma. Já, ég ætla að mynda að hver er sundið? Það eru ógeðslega margir gamli kallar í syndu á þessum tíma, þannig að það er ekkert mikið pláss fyrir mig til þess að synda, en ég reyna að synda ef að það er einhver laus sundbraut, þá synd ég, en annars fer alltaf í kaldapottin og hérna, og ef ég hef tíma þá fer ég inn frá rauðgufuna líka og teka eitthvað svona smá meditation bara. Vá, þetta er sko my kind of morning. Ég er alveg bara, ég er very amazed. nice. Já, þetta er mjög kósi sko, ef maður næri þessu. Ég finn líka bara svo mikið mun. Þú veist, eftir Er ég það byrjaði ekki? á þessu, þá finn ég svo mikið mun á því bara hvernig productivity leveli mitt er yfir daginn. já. Þannig eins og ef ég næði ekki að gera þetta, að þá er ég stundu bara klukkan 11 eða eitthvað, þá er ég bara, ég verð að drífa mig í sund og þá drífi ég mig bara, þú veist, þú fer bara í kaldapottin, en bara svona aðeins, að því mér finnst ég bara ekki vera, þú veist, núna finnst mér ekki vera búin að vakna nema ég sé búin að gera þetta. Ok, þannig að þetta komið bara inn í þína rútínu. Já. Þannig, ok. Svo er líka frítt kaffi í sundinu, þannig að það er svona minn mótivation til það. Sparnaður. Já, nákvæmlega, algjör Hvað sparnaður. er alveg það bara með lengi í infrared? Ég er ekki forritin. Ég er ekki að fara neitt mjög lengi að mótnana, sko. Þú veist, ég veit að maður á að fara eitthvað 15 til 20 mínútur, en ég er kannski svona 15 mínútur ef ég er mætt bara á slæginu þegar lögin opnar, klukkan 6:30, en annars er ég að fara kannski svona 10 mínútur. Þetta er meira bara svona til þess að gránda mig fyrir daginn og bara aðeins svona til þess að ná öllum þessum hugsunum út og chilla smá. Já. Það er mjög kósi, ég er alltaf ein þarna, það er enginn að nota þessa. Þetta meikar ekki svo mikið sens um þetta me time, skilur og Já. að taka það á mótnana. Það er eiginlega, já, það var í draumur, sko. Ég fæ annars svo mikið samviskubit, þú veist, af því að ég er í þannig vinnu að ég gæti alveg gert það á daginn, en ég geta ekki, þú veist, ég fæ bara, af því þá finnst mér ég eiga að vera að vinna og þá finnst mér ég alltaf vera að taka af einhverju öðru, þú veist, þannig eins og þegar ég fer í sund á daginn eða eitthvað, þá finnst mér ég vera eitthvað, ok, þú veist, þá er ég ekki að nýta daginn minn eins vel, en það er, þú veist, ég gæti alveg gert það, En ég skilði það samt alveg, mér finnst alltaf, þú veist, einmitt þegar maður er að gera eitthvað að daginn þegar, ef maður vinnur fyrir sjálf sig, þú veist, ég er ennþá að reyna að venja með því að vera með samviskubit yfir kannski því að stundum er ég að vinna langt fram til kvöldin. Já, einmitt. Og svona, en það er alveg sniður að gera eitthvað svona morgunrútínu, það er alveg draumur, sko. Já, það er ekki Hvernig þurfti að vakna líka svona 2-3? Já, ég þurfti að vakna 3 og svona, þau vakna þetta, já, 5:30. Já. 5:30? Já, þetta er, ég veit það, og ég veit ekki, þú veist, ég er búin að reyna allt, sko, þau eru bara, en nema núna, sko, akkurat út að við erum að fara að hitta snemma hérna, Og klukkan hvað fara þið að sofa? þau fara að sofa svona 7. Já. Shit, þá erum við ekki eins og erum búin að borða, sko. Ok, já, við erum svona, þau eru föst í þeirri rútínu svona 7:30 og það er bara, þau eru mjög svona rútínu, þannig kannski er það líka, þú veist, já, allavega, ég ætla ekki að fara djúpt og en allavega þau svona, út af því að það er svo típist, núna við vorum að fara að mæta núna, frekar snemma, þá sofaði lengi, það er alveg, já. þannig þá var ég alveg bara, þú veist, og hérna kærasti minn fór snemmi í vinnuna, þannig ég þurfti svona, ég var að, þú veist, held að þau myndi vakna snemma, skilur, þannig já, það er alveg típist, en hljómar allavega mjög vel rútína þín, sko, ég er alveg svona, mér langar svo mikið, út af mér stóð svo áhugaverð, þú veist, ég sá þig fyrst á TikTok, þú ert náttúrulega mjög virk á TikTokinu. Já, ég byrjaði á TikTok bara núna í byrjun sumars og hef reynt að vera. Þá byrjaði ég bara að posta, þú veist, einu sinni á dag
og þetta var bara intentionið hjá mér var bara að hætta að finnast þetta óþægilegt, bara stíga út fyrir þægindaramann, að mér fannst þetta ógeðslega óþægilegt og og ég vissi bara, þú veist, þetta alltaf, þú færð alltaf kjánarhroll þegar þú ert að gera eitthvað nýtt, þú veist, þú finnst þú alltaf að vera asnalegur og þannig að ég vildi bara svona ná þessum kjánarhroll úr mér, að þannig að núna finnst mér þetta ekkert mál. Núna finnst mér alltaf lægi bara, þú veist, að taka upp síman og tala við síman og ég fæ ekki þennan sjúklega kjánarhroll sem ég fekk í byrjun. Mér finnst þú samt alveg bara, þú veist, og þegar ég sá það, ég hvað voðlega hann bara get confident og þú byrjar strax að tala kannski mál sem eru fjármál, setja sér markmið og segja alls konar og maður sá í kommentunum og fólk oft svona, þú veist, kannski, hvernig ætlar að fara þessu, hvernig ætlar að gera þetta, þú veist, það að tala kannski málefni sem kannski svona öðruvísi, sko. Já, þetta samt bara, þú veist, þetta áhugamáli mín, þannig að ég ekki að þetta alls ekki eitthvað forst hjá mér að þetta mín áhugamál, ég elska að tala peninga og það ekki margir sem að vilja tala við mig peninga, þú veist, þetta mörgum finnst að vera óþægilegt, eitthvað sem að ég skamma sín fyrir, þannig að mér finnst líka ógeðslega gaman að ég búin að finna svona mitt krát, ég búin að kynnast ógeðslega mikið af fólki sem í svipuðum pælingum og ég og fólk sem að vill tala peninga og þorir að gera hlutina öðruvísi og svona, þannig að það líka sjúklega skemmtilegt. Já, geggjað. En þú hefur þess að þá verið að segja, eins og til dæmis vídeó sem þú sendir mér, að þú ætlar að hætta að vinna fyrir 30. Já, akkurat, einmitt. Þetta þessi FIRE pæling. Já. Það, sko, mér langaði bara svona rétt áður en fyrir, mér langaði svo mikið að vita hvað þú vinnur við og því ég hef oft verið að reyna að leita því að TikTok, ég veit ekkert hvað þú vinnur við. Það náttúrulega mjög góð spurning. Sko, já, ég sérst bókari, æsi spennandi að vera bókari. Það held ég var í bókhaldi. Það held ég eitt að leiðilegasta sem ég hef bara... Já, ég skilði bara 100%, sko. Þetta gefur sálinni minn ekki mikið, en þetta samt bara þægilegast að vinna sem að þú getur fundið, af því að ég náttúrulega elska peninga og þess vegna fór ég út í þetta. Mér langaði að fara að vinna eitthvað í kringu fjármál og var byrjuð í raun í bókhaldi. Ég var sölustjóri og síðan hættir bókarinn hjá fyrirtækinu sem ég var að vinna hjá og þá bara þarf ég að setja mig inn í bókhaldi og ákveð þá bara að skella mér í nám til þess að skilja hvað það sem að ég að gera og fór þá í þetta próf til viðurkennds bókara og hef verið að vinna sem viðurkenndur bókari síðan og núna að stofna bókhaldsstofu sem er mjög skemmtilegt og það líka bara, þú veist, það er svo gaman að koma inn í þetta því þetta er svo rosalega svona kassalaga industrí og flestir sem að vinna í þessu miklir introvertar og vilja ekki sjá mikla breytingar og svona mjög rólegt fólk. Þú veist, ég deyð þegar ég á bókhaldsstofum af því að það er svo mikið hljóð, það er svo mikið þögn og það er ekkert í gangi og allt gerir svo hægt og það er allir svo rólegir og tala í slow motion og eitthvað. Ég er ekki að segja þetta út af fólk sem er að vinna á bókhaldsstofum, bara þeir eru geggjuð í ykkar elementi, en þetta er ekki staðurinn fyrir mig. Og þannig að mér langar núna að stofna bókhaldsstofu og að stofna bókhaldsstofu sem er bara 100% remote, þannig að það er engin svona skrifstofa, engin pappír og þetta er eitthvað sem ég er að vinna í núna, en ég er ennþá að vinna fyrir fyrirtæki líka, þannig að þetta er svona það sem að koma skal og ég er að byrja á og síðan er ég með nýsköpunarfyrirtæki sem heitir Thorexa, þar sem við erum að hanna svona sjálfvirk drög af e-mailum út frá því hvernig þú hefur svarað þínum e-mailum áður. Þannig að við lærum af því og þetta er verkefni sem var til í gulllegginu og 2 gerfugreinda hugbúnar verkfræðingar sem eru bara snillingar í sínu fæi með mér í þessu. Þannig að það er ógeðslega skemmtilegt að vera í svona nýsköpun er ógeðslega skemmtilegt og ég elska það umhverfi bara að hitta fólk sem er í svona nýsköpun og pælingum, ég tengi sjúklega mikið með það vera svona mitt krát, miklu frekar heldur bókararnir, þannig að það er líka ótrúlega skemmtilegt, en þar erum við núna bara að þróa vöruna, þannig að við getum komið inn á markað. Ok, vá, mér finnst það eiginlega amazing og hvað ertu eiginlega gömul? Ég er 23. Guð minn góður. Það er svakalt að vera svona mikið með lífið svona á hreinu því að ég var 23. Ég vissi alltaf, ég vissi ekki. Já. Þannig hefur alltaf verið með svona mikið metnað fyrir lífinu og svona. Já,
Svona veist hvað þú ég vilt, veit ekki. kannski. Já, en þetta er samt ekki það, þú veist, ég bara, þetta er ekki eitthvað að ég hef búin að skrifa í skíin að ég ætlaði að gera þetta, þú veist, þetta er bara eitt leiðir af öðru, ég skráði með þarna í gullleggi, heyrði einhverja hugmynd og ég bara, oh my god, þetta er vara sem að ég þarf og þá bara verðum teimi, þú veist, ég skráði með án hugmyndar. Þetta er ekki hugmynd sem að ég er búin að sitja með í maganum í einhver ár, sko. Þannig að, og ég kynntist þeim þarna og þeir voru með stærri hugmynd sem að endaði svo við enduðum á því að þetta varð loka varan, en og þetta er bara svona, þú veist, eitt leiðir af öðru, en ég er líka bara ógeðslega mikil dúer. Þú veist, þannig að þegar ég hugsa eitthvað að þá þarf ég bara að hrinda því í framkvæmd og og þess vegna kannski, þú veist, get ég verið með margt í gangi í einu og það þarf alltaf að vera mikið að gerast hjá mér. En hvað lærður þú þá? Ég lærði bara bókarinn, ég fór ekki í háskólann. Okay. Þannig að bókarinn er bara próf á vegum embættisins, þannig að Já, getur tekið svona, er þetta svona diplóma eða eitthvað svoleiðis? Þetta er svona svipað eins og sveinspróf eða eitthvað svoleiðis. Þú veist, þannig að það getur reynu hver sem er reynt við prófið, en þú þarft að kunna eitthvað í bókhaldi auðvitað til þess að ná þessu prófi. Þannig að það var alveg, ég fór bara í svona á námskeið til þess að læra að hvernig bókhald virkar, þannig að það væri alveg sniðið, þetta ætti náttúrulega að vera í grunnskóla, bara að maður fengi aðeins svona að vita hvað var að gerast. Í menntaskóla, ég fór alltaf í bókfærslu í menntaskóla, mér finnst það ógeðslega það var ekki á mér, ekki mínu menntaskóla. Ég held að ég hafi ekki klárað þann áfanga það var ekki á mér allan, en ég var líka málabraut, sko, þannig að ekki mikið, ég var bara í einhverjum svona tungumálum, en þegar ég fór, þú veist, en ég samt fór í viðskiptafræði, þá fór ég rosa mikið eitthvað svona bókhald og það er alveg að láta allt stemma, kredit og debit, maður fæ bara, þannig þetta er geggja flott hjá þér, líka bara gaman að, þú veist, þú er greinlega algjör dúer, en þú veist, hvernig, hefur bara alltaf verið dúer, en hvernig verður maður svona mikill, og þú er svo áhuga á því, þú veist, ertu bara eitthvað, ég ætla bara að gera þetta, og bara... Já, þú veist, ég fæ bara einhverju hugmyndir. Og þú bara gerir það? Já, þú veist, ég er alltaf að fá endalistu hugmyndum og ég er líka þannig típa, ég þarf eitthvað, þú veist, það þarf eitthvað að breytast, það þarf alltaf að gerast rosalega hratt og það þarf eitthvað bara stórfenglegt að breytast í lífinu mínu á svona 3 til 6 mánaða fresti, annars fæ ég bara leið. Þú veist, þannig að ég hef unnið á rosalega mörgum stöðum og byrjaði að vinna mjög ung og hef alltaf verið í mörgum vinnum í einu og það er bara svona ryþminn sem að hendar mér, þú veist, að ég þarf einhvern veginn alltaf að vera að hlaupa rosalega hratt og svo þetta spila peninga líka mjög stóran þátt þarna, þú veist, ég er alltaf að hugsa hvernig get ég búið til meiri peninga og þess vegna hef ég kannski alltaf verið að vinna svona mikið og hugmyndirnar eru alltaf, það snúast það, þú veist, hvernig get ég búið til peninga. Vá, það er magnað. Ég vildi að ég væri aðeins meira svona þú greinlega líka þú vilt ekki staðna neitt. Nei, Jesús, það er það hræðilegasta. En er það ekki líka smá fiðrildi og það bara henda þér? Akkurat. En hvernig finnst þér þá, að því þú ert náttúrulega orðin mamma, finnst þér ná að halda í þetta svona breytinga fiðrilda væp, skilur sem að þau kannski þú þrífst á eftir að vera mamma? Já, þetta er nefnilega alveg meira challenge þegar þú ert með barn, þú veist, að þá ertu komið með eitthvað huge responsibility og ég vil líka eyða eins miklum tíma og ég get með henni og ég fann það þegar ég eignaðist Anastasíu, því ég var svona, þú veist, þegar ég eignaðist Anastasíu þegar ég var 20 og þá var ég komin á mjög góðan stað í vinnunni, ég var komin á mjög góð laun og mér gekk bara rosalega vel, þú veist, ég var í góðri stöðu og ég fann það bara, þetta er ekki það sem ég vil. Mér langar ekki að vinna af mér raskatið til þess að enda mögulega á því þegar ég verði í framkvæmdastjóri einhvers staðar. Þú veist, ég fann það er bara ekki nóg fyrir mig. Ég þarf eitthvað meira og eitthvað allt öðruvísi og ég fann það bara, þú veist, að ég hafði einhvern veginn alltaf hugsað, ok, þannig það er svona bara það besta sem að getur gerst, að ég get orðið framkvæmdastjóri hjá einhverju risafyrirtæki og eitthvað gegja. En þarna sá ég bara, þetta er ekki það sem að mig langar miklu frekar að hafa frelsi til þess að gera það sem ég vil og til þess að eyða eins miklum tíma með dóttur minni og í hvenær sem ég vil. Þú veist að það er enginn sem er að segja mér eitthvað, heyrðu, þú veist, þú getur ekki farið í jólaskreitingarnar hjá dóttuðinni því að þú þarft að mæta á þennan fund eða eitthvað svona og líka bara geta búið hvar sem er í heiminum og þannig að fyrir mér að þá
snýst þetta rosalega mikið og bara mitt grunngildi bara frelsi. Þú veist að ég vil hafa rosalega mikið frelsi og það líka nauðsynlegt þegar ég þarf alltaf að vera að breyta svona rosalega reglulega til að ég hafi frelsi og rými til þess að gera það. Ok, mér finnst það fyndið, hefur tekið eftir því, og mér finnst þetta alltaf í desember, það allir að fara í brunch. Já. Það allir í brunch. Það mikið svona aðventu, svona, það ekki svolítið svona aðventu Já, stemming? mér finnst það samt líka bara að byrja svolítið svona. Já. Fólk að fara eitthvað svona á svona þess að brunch staði, svona eins og snaps og eitthvað svona, þú veist, og með mimósur og að gera heima, allir að gera heima eitthvað svona, ég veit ekki okkur, mér finnst ég bara að sjá þetta mimósur, það náttúrulega, ég elska mimósur, það náttúrulega bara, sko, brunch, ég bara elska brunch og mimósur og það líka, sko, svo einfalt að gera þetta líka svona, að þú vilt vera með eitthvað svona brunch og svona elevita, gera svona aðeins meira svona, þú veist, fancy. Hvernig myndir þú gera það? Ég myndi setja kúnikafa, það alveg uppáldið mitt og svo appelsínjuice og ef ég væri í stuði þá myndi ég kannski skreita með eitthvað svona, kannski núna, hvað heitir það? Ekki krækiber, þetta rispir. Há svona rautt, skilur svona jóla, ég er líka búin að sjá svo mikið á TikTok, alls konar svona holiday mimosas, eitthvað, þú veist, svona festive. Já, eitthvað svona cute, þannig það líka gaman að vera svona, það eins og maður sem búin að leggja mikið á sig, en þetta mjög einfalt og svona, og líka bara ógeðslega gaman að brjóta þessu upp svona brönsu. Þú ert með svolítið svona kafa búblurnar, þú ert alltaf með þær. Ég náttúrulega algjör svona kafa queen, ég vill bara eila búblur, sko. En síðan, ég náttúrulega, þú veist, sérstaklega brönns með krökkunum og svona, þá svo maður kannski fara eitthvað, þá ég mikið að vinna með bara óafengabúblur, sko. Mér finnst það næs. Eins og sparkling hana. Ætlar þú að segja það? Pizzilato. Þannig þú að segja það núna, já. Pizzilato. Mér lýrir sem ég sé búin að segja þetta svona 10 sinnum og ég bara, núna mátt þú segja. En þetta líka svo, flaskan svo falleg. Já. Og hún mjög aesthetically pleasing. Ég var með hana mitt í andru, veistlunni minni. Já, hún svona, opnuna. Hún svolítið líka svona hátíðleg. Já, mjög. Glimmerið, áramótin. Hún alveg, hún verður klálega hjá mér, sko, í des. Við mælum með því. Já. Takk fyrir Vínó. Mér finnst það magna, hvernig, en líka, sko, talandi út af því að ferðast og vilt hafa frelsi. Mér langar smá koma inn að þú náttúrulega, sko, gifti hvað? 18. 18 ára? 18 ára? Já, ég var 9 orðin 18 ára. Já, þú veist, já, það var bara árið sem ég var 18 ára. Og við ennþá gift í dag? Já, við erum ennþá gift í dag. Núna er svo fyndið að vera bara eitthvað 23 ára. Við vorum að fagna 5 ára brúðkaupsafmæli. Mér líður bara þessi gömulkona, sko, en þú lifir greinilega, hvað hjálpið? Þú lifir greinilega líka bara svo mjög svona, eða skilur, veist greinlega hvað þú vilt og svona, en getur sagt okkur aðeins frá hvernig endar að gifta þig? Já, einmitt, nákvæmlega, sko, ég sérst kynntist manninu mínum í Ekvador, ég hafði farið í skiptinám til Ekvador þegar ég var 16 ára og bara orðið ástfangin af landinu og fann það bara að ég vildi flytja aftur út, þannig ég flutti aftur út þegar ég var 17 ára og byrjaði bara að leigja mér íbúð þar og var í fjarnámi bara í íslensku menntaskóla. Og kynntist þá manninu mínum þarna í janúar og og ég, sko, þegar ég fór að þá sagði ég alltaf að ég ætlaði að gifta mig til þess að geta verið inn í landina því þú mátt bara vera í Ekvador í 6 mánuði á svona túristavísa. Þannig ég ætlaði að gifta mig bara einhverjum sem ég þekkti ekki neitt. Og þetta átti að bara vera business, skilur, þetta átti bara að vera business og ég vildi ekkert, þú veist, þekkja manneskjuna eða kynnast henni eða neitt svoleiðis, þannig að það átti engin ást að vera partur af þessu. Og vinkona mín kemur í heimsókn til mín yfir páskana, það örugglega í apríl eða eitthvað, og hún að spyrja mig eitthvað, hvað ætlar að gera, núna nú vísaði þetta klárast, ætlar að koma heim og ég bara, nei, ekki séns, ég ætla bara að gifta mig og hún bara, já, ok, og ætlar þá að giftast Alfí? Þá hefði hún hitt hann og ég bara, nei, Jesús góður, hann verið síðasti maður sem ég myndi giftast. Já, ok. Af því að, þú veist, ég hafði einhverja tilfinningar fyrir hann. Já. Þannig að, þetta var ekki planið fyrr en þetta fór að make a sense. Já. Þú veist, og þá ætluðum við bara fyrst að bara gifta okkur án þess að segja neinu frá því, bara þannig að ég gæti verið áfram inn í landinu af því að þetta var í rauninni eina leiðin fyrir okkur til þess að vera saman, eða ekkert eina leiðin, en svona auðveldasta leiðin fyrir okkur til þess að vera saman var
að gera þetta svona af því að hann getur ekki komið til Evrópu án þess að fá vísa Já, og ok. hérna Ég sagði það ekki. Þarf það að vera samþykkt frá Ecuador heldur en bara Ísland þarf að veita hann vísa já, það er svoleiðis. Já. þannig að hann svoleiðis. fær max 90 daga vísa og hérna við vissum að, þú veist, auðvitað þetta að vera giftur myndi hjálpa honum en hugsunin var aldrei að búa á Íslandi, hugsunin var að búa í Ekvador og mig dreymdi að fá ekvadorska kennitölu af því alltaf fyrsta spurningi sem að Ekvador spurði mig þegar hittu mig var alltaf hvaðan ertu og ég var svo þreytt á þessu af því mér leið bara eins og ég væri frá Ekvador þannig ég vildi bara geta sýnt þeim bara, sérðu, ég er frá Ekvador bara með ekvadorsku kennitöluna mína og þau voru sérst búin að segja okkur, við vorum búin að fá upplýsingar þarna frá sýslumanni í Ekvador það að þegar við bundum gift okkur að þá myndi ég bara fá kennitöluna sama dag og bara fá svona nafnaskírteini og dvalarleyfið þarna sem að var svo ekki við fórum og giftum okkur og enduðum á því sérst að segja fjölskyldunum okkar frá þessu og og það bara, þú veist, ég hringdi og sagði mamma minn og pappa frá þessu og síðan ákvað ég bara að posta þessu á Instagram bara þannig að það væri ekki eitthvað speculations í kringum þetta, þú veist, þannig að og ég fekk alveg frá mörgum vinkonum mínum bara, hvað er að þér? Já, hver voru viðbrögð? En frá mömmun og pappa? Sko frá mömmu og pappa. Ok, þetta var að gifta þig. Já, þau voru eiginlega, þau voru mun svona rólegri yfir þessu en ég hef líka bara alltaf verið rosalega sjálfstæð, þannig að þau vissu bara, það þýddi ekkert að fara að segja eitthvað, nei, bara ekki séns að þú getur giftið, þú veist, bara þú ert orðin 18 ára, við getum ekki ráðið í hvað það er sem þú gerir, við verðum bara að treysta því að taka rétta ákvörðun og það var eitt sem að pabbi sagði sem að lét mig aðeins hugsa og það var svona eina skipti sem ég stoppaði og hugsaði og það var þegar pabbi sagði bara þú veist að bara allt sem að þú átt verður automatically 50% hans þegar þið giftið ykkur og ég var náttúrulega búin að spara sko allan peningi sem ég hafði nokkuð tíman grætt veist, og átti alveg góðan sparnað svona fyrir minn aldur þarna á þessum tíma þannig að þetta var svona þá hugsaði ég alveg ok, þú veist ég þarf að treysta honum sem ég gerði og ég sagði við alla við hefum gert kaupmála sem við gerðum ekki, þú veist það var bara meira svona ease of mind fyrir þau heldur en fyrir mig af því ég var ekkert að stressa mig mikið á því að hann væri að giftast mér til þess að ná í einhverju peninga en ég skilði alveg að einhverjir aðrir hafi verið stressaðir yfir því að þau höfðu ekki hitt hann það hafði enginn hitt hann, þú veist, mamma mér og pappi vissi ekki eins og ég ætti kærasta, skilur Oh my god, voru þau ekki bara í ég var oh my god, mamma, ég er búin að gifta mig ég væri bara, hvað þetta var samt áður, þannig að þau vissu þú veist af þessu og þeim langaði að koma út en þetta var eitthvað ógeðslega stuttu fyrirvari, þetta var bara þetta getur gerst á morgun og þannig að ég sagði við þið, þú veist, bara þið þurfa ekkert að koma út svo höldu við bara veislu og ég kem með Alfí til Íslands og þá fáið þið að kynnast honum og þau vissu samt alveg að hann væri til þú veist, ég hef bara aldrei sagt við þau eitthvað hann er kærasti minn, en ég satt bjó heima hjá honum og þú veist, þannig að þau hafa örgla En hvernig endur þau að búa hér? Sko, við komum heim eftir að við giftum okkur, af því að ég hafði sérst farið að vinna aðeins í Ekvador, unnið þarna í mánuð og og fekk sko klink borga fyrir það, ég var að vinna í mánuð og ég fekk $100 Ég er ekki rosa fátæk þarna líka Jú, þetta er auðvitað bara þú veist, allt annar heimur heldur en það sem við þekkjum þannig að þú veist, fyrir mig að vinna þarna í mánuð var bara, ég var að fá jafn mikið borgað en svo taka eina vakt fyrir mig á Íslandi á þessum tíma þannig að ég sagði, ok, þetta henda mér ekki og mér leiddist, þú veist, ég þurfti að ég saknaði þess að vinna og langaði að fara að vinna þannig að ég kom heim og Alfí kom svo mánuð eftir mér að því að hann var að bíða eftir vísanu og þetta var líka því að ég fekk ekki þessa kennitölu í Ekvador þannig ég þurfti að fara út úr landinu eða að ákveða að vera inn í landinu í 2 ár og mér fannst það alltaf mikið skuldbinding og ekki gifta mig, mér fannst það engin skuldbinding fólkin en alveg 2 ár það er svolítið það er alltaf akkurat þá er einhver búin að taka frelsi þannig að og þá kom Alfí til Íslands og við ætluðum bara að sýna honum ég ætlaði bara að sýna honum Ísland og hann ætlaði að vera í kannski 2 mánuði eða eitthvað en við enduðum síðan á að sækja bara dvalarleyfi fyrir hann og hann
byrjaði að vinna á íslenskum leikskóla og læra íslensku og honum líka bara svo vel hérna og þess vegna erum við hérna. Ok, hann að fíla sig hérna. Já, hann elskar Ó, Er það ekki að vera hérna þá alveg hvað lengi? í bara að verða 5 ár. Já. Þannig að hann er núna bara alveg að verða íslensku ríkisborgari og Geðveikt. já, og tala íslensku og bara honum líður rosalega vel hérna. Þú veist, þegar ég er eitthvað ógeðslega neikvæð eitthvað, shit, það er svo kalt úti, þá er hann bara nei, hvað meinar þau? Þetta er æði. Þú veist, honum finnst þetta að vera hérna mjög næs, en hann þetta líka er rosalegur fjölskyldumæður og fjölskyldumenningin þarna úti er allt öðruvísi, þannig að hann saknar fjölskylduna sinna líka alveg svakalega mikið, en við förum bara reglulega í heimsóknir út. Einmitt, þið fara alveg mikið á milli bara. Já, við förum alveg svona, hittum þau 2 ára ári. Ok. En ekki að tala íslensku líka, það eru Já. lært á leikskóla. Já, það er langt besta leiðin. Key að læra, eins og þegar ég bjó erlendis og var að læra tungumál í þeim löndum sem ég bjó í, þá, ég gerði ekki annað að lesa barnabækur, eða þá eins og í Frakklandi, þá átti danspartnerinn minn lítinn bróðir sem var sko 3 ára. Ok. En hann var einn sem skildi mig. Já, þetta er alveg nákvæmlega, þau hafa einhvern veginn endalausar þolinmæði. skilurðu, já. Þau líka með dæma ekki börnir svolítið pjúr. Það er ógeðslega gott að æfa sig með við svona börn, sko. Já. Það er ótrúlegt, sko. Og ég lærði svo mikið á því, Já, sko. Því þú einmitt. þorir, skilurðu, að Það er tala líka við mál og þau. þau segja aftur og aftur við þig. Þú veist, þau er ekki eins og þegar fullorðin segir eitthvað við þig á einhverju tungumáli sem að þú skilur ekki, fattar að þú skilur ekki, þá stoppar hann bara. Já. En barn heldur bara áfram. Já. Þú veist, gerir sér ekki grein fyrir því. Af hverju fattar hann mig ekki? Akkurat. Ég veist, já. Þannig að já, hann var mjög fljótur að læra. En mér finnst líka magna að þú samt tala bara reiðbrennandi spænsku. Já, við náttúrulega tölum bara saman á spænsku. Þannig að við kynntumst á spænsku og þannig að fyrir mig, þú veist, tungumáli heima hjá mér er spænska. Já, auðvitað. Þið tala bara, og dóttir ykkar þá líka, hún er alltaf tvítengt. Já. Ég tala við hana, þú veist, þegar ég bara tala við hana, þá tala ég við hana á íslensku. En auðvitað, en við tölum alltaf, ég og Alfí tölum alltaf saman á spænsku. Við höfum alveg reynt að tala saman á íslensku, en það er ógeðslega skrítið. Þú veist, það var alltaf verið að segja við mig þegar við fluttum hingað og Alfí var að reyna að læra íslensku. Það var alltaf allir að segja við mig, af hverju talar ekki við hann á íslensku? Og ég bara, já, farð þú núna og talaði við manni þinn á ensku. Já, einmitt. Prófaði, þú veist, að taka einhverja samræði á ensku saman, bara því 2. Það meikar ekki sens. Það er fáránlegt. Og líka út af því kynntust líka úti og hann skil ekki skilfa líka, það er bara eitthvað neginn. En út af því að mér er svo áhugavert, þú ert líka með TikTok-reikning á spænsku, svo tala bara spænsku. Einmitt, nákvæmlega. Það er mjög fyndið. Það með 2 sikkura reikninga. Já. Ok. Það er engin leið að blanda þessu saman, Nei, ok, Þannig að ég byrjaði það líka bara í sumar, bara núna þegar ég var í Ekvador og gerði bara svipað, þú veist, ég bara byrjaði að posta 30 daga og og það gengur mjög vel að stækka þann miðil. Ég komi núna með 80 og eitthvað 1000 followers. Það? Þar, já. Wow. Oh my god. En ég veit ekkert hvað ég gera við þetta. Nei, þú veist, ég er bara svona, hvernig get ég búið til eitthvað úr þessu, þú veist, líka því þetta er, sko, markhópurum minn þarna er allt öðru, þetta eru miklu meiri kallar sem að fylgja mér heldur en konur. Ok. Og ég er að fá bara endalaust af skilabóðum. Bara hei sæta. Já, endalaust. Við erum að tala bara mörg á klukkutíma, sko. Oh my god. Ég get alveg ímyndað mér að þú varst örugglega svolítið svona vinsæl úti. Já, ég kom Með bláu augu og ljósa hárið. Ég sé þetta Það alveg er fyrir líka mér. svo bjart eitthvað yfir. Ég hugsa örugglega allir bara eitthvað svona, þú Já, veist. einmitt, þannig að, þú veist, ég gott að stendu þetta alveg svakalega mikið út af því Já. að það er ekki mikið af og bara eins og það sem að ég bjó, þú veist, ég var bara basically eini útlendingurinn í borginni af því að það eru bara, þú veist, það er engir útlendinga, þannig að fyrir þeim bara eitthvað, ég sé ljósær, þeim finnst það bara vera eins og ég komi, þú veist, bara eins og ég sé geimvera, skilja. Já. Allar á vinkonum mín, hún hefur ferðað svo mikið Já. og hún talar bara, þú veist, það er svo sér fræg Það er svoleiðis, í alvörunni. alvörunni. Líka það vinkonum mér fór til Asíu, skilju, og Já. það var svona líka, það var bara eldana Já. upp og Akkurat. með ljósa hárið, sko. Aha. Þetta er líka, en mér finnst líka samt, sko, en varst ekkert svona hrætt að fara svona ung til Ekvador? Ég er bara smá forvitið því að eins og þessi vinkonu mín, hún hefur farið til Suður-Ameríku og það var alveg mest sem hún þurfti að passa sig svona, eða svona, þú veist, það er mikið, Öryggi, já, kannski. mikið að glæp, þú veist, það er mikið svona, þú veist, miðað við kannski Asíu eða eitthvað, skilju, sagði hún, Já. sko, ég veit ekki, Sko, fyrir mig að ég er svona rosalega trusting típa, þannig ég treyst alveg svakalega mikið og ég náttúrulega, þú veist, kem líka bara úr litlum bæ utan á landi
þannig að ég sé ekki hættu og ég gerði mig bara, þú veist, og ennþá í dag, ég geri mér enga grein fyrir því og ég geri aldrei ráð fyrir worst case scenario. Þú veist, ég horfi aldrei á möguleikan að eitthvað, ok, ég gæti verið rænd eða, þú veist, þetta verður ekki til, þetta vantar í mig, skilurðu. Þannig að ég bara, og þegar ég kom út að þá þetta, þú veist, og Ekvador eru líka mjög, þeir eru bara, þau alast upp í það er alltaf verið að segja þeim hvað það er hættulegt, hvað allt er hættulegt. Bara, og þegar ég kom þá var þetta bara, þú mátt ekki fara í taxa, þú mátt ekki fara í rútu, þú mátt ekki labba ein úti, þú mátt ekki gera þetta, þú mátt ekki gera þetta, og bara endalaust. Og bara það mun einhver ræna þig, þú veist, og ég bara, já, ok. En ég, þú veist, ég var aldrei stressuð þarna og ég er í alvörinni stressaðri að labba niður í bæ á Íslandi heldur en ég í Ekvador. Það meikar samt enga sens, skilurðu. En ég hef bara verið alveg sjúklega heppin. Það hefur aldrei neitt komið fyrir mig. Ég labbaði bara þarna ein úti á nóttunni. Oh my god. Já. Og það var ógeðslega fyndið líka að, þú veist, það var eins og þeir svona sem að maður kannski á að vera hrættur við það, því að það fyrsta sem að mér var kennt í Ekvador var að þekkja cara del ladrón, sem að þýðir bara andlit þjófsins. Já. Og þú veist, þau dæma rosa mikið eftir útliti. Þannig að þau bara, þetta er típan sem að þú þarft að passa þig á. Ef þú sérð svona típu, þá þarft þú að fara og þú þarft að fara að labba hinum megin á götunni eða eitthvað. Okay. Af því þetta er típan sem er að fara að ræna þig. Og ég bara, hvað meinið mér þetta fáralegt að vera að dæma þetta eftir útliti, sko. Bara svona lúkka þjófar. Og einhvern tíma þegar við vorum niður í bæ að labba með vinum mínum, að þá eru þau bara, heyrðu Íris, verðum að fara yfir þetta gæinn sem að rændi símanum mínum fyrir einhverju mánuðu síðan. Og ég bara, hvað meinaru? Juancito, og þá var þetta bara einhver vinu minn, skilur, af því þeir vildu frekar vera vini mínir. Heldur en að ræna mig. Mér leið allavega svoleiðis að þeir voru allir mjög næs við mig. Þetta fólk sem að flestir Ekvadorar reyna að varast voru bara, þú veist, ég bara brosti til þeirra í staðin fyrir eitthvað að líta niður og þykjast ekki sjá þig. Vákamist áhört. En þetta er svona íslenskt samt, þess að við skiljum síman okkar eftir alltaf bara í London á borðinu og maður fer á klósetu, ég skilur við höfum ekki sens fyrir þessu. Nákvæmlega. Sérstaklega þetta að ræna okkur, skilur við. Já, reyndar. Það er bara, sérstaklega líka. En mér er það alveg áhört teik, sko, því ég væri ekki svona, sko. Ég var alin upp bara við, því ég fór til LA eitthvað tímann í svona ensku eitthvað nám þar, þá var mamma bara, ég er svo hrædd með að vera rænd. Og það var bara seinasta sem hún sagði við mig, ég var bara svona, takk mamma. Þú veist, bara að fara með þetta hugafar út, þannig. En þú ert greinilega líka, já, mér finnst alveg áhugavert líka hvað þú ert svona, eða þú veist, í hvað stjörnumerki ertu? Ég verði alveg að vita. Ég er Vatnsberi. Nú, ok. Vá, áhugavert. Svona kreatív. Það er kannski kreatífu parturinn að þeir alveg. Já. En líka svona, mér finnst það, já, mjög áhugavert. Líka og þú ert greinilega ekki hrædd. Ertu aldrei hrædd við að gera mistök eitthvað svoleiðis? Nei, ekki núna, sko. Nei. Þú veist, ég vil miklu frekar gera eitthvað og taka bara mistökunum og ég lærði það, þú veist, að það er miklu betra að segja bara sorry, þú veist, það í staðinn fyrir að vera alltaf hræddur við að gera eitthvað því að þið gæti mistekist eða það gæti, og alveg eins og bara með þetta, þú veist, það gæti eitthvað hræðilegt gerst, bara ég ætla ekki að eyða lífinu mínu í það að hugsa, það gæti eitthvað hræðilegt gerst, frekar ætla ég get bara verið róleg og chill og gert allt sem ég vil, ef eitthvað hræðilegt gerist, að þá þarf ég að díla við það þá, eða ef ég ger einhver mistök, að þá segi ég sorry, skilur þú veist. En greinlega líka mjög sjálfstæð að fara svona út og mér finnst það magna hugafar. Ef þú veist 23 ára, það er eiginlega bara amazed. Þú veist, ég held að margir sem eru bara líka fertugt, eru skilur núna að byrja að vera með eitthvað morgunrútíu, að þetta er að þú ert svo ung að vera bara eitthvað svona, ég ætla að ná þessu, eða ég veit það ekki, minnst það áhugavert, sko. Já, mér líður bara eins og ég sé gömul kona, sko. Ég hef alltaf lifað lífinu mínu mjög hratt og já, og ég er svona, þú veist, af því að ég var orðin svo snemma, svo gömul kona, bara þegar ég var í grunnskóla, þá var ég bara, þú veist, þá elskaði ég bara að vera á fundum og kennararnir mínu voru alltaf að segja við mig bara, Íris, þú veist, bara þetta er tími sem þú átt að vera barn,
þú þarft ekki að vera svona alvarleg, skilurðu, Já. og en svo núna held ég, þú veist, þegar ég verð 30 ára, þá mun ég örugglega fara að yngjast aftur niður. Já. Þá verð ég, þú veist, úlingur og Já. ætla að mæta full í vinnuna eða gera eitthvað svona skandal, skilurðu. En talandi 30 ára, Já. Já. sagt okkur frá það sem þú ert að tala á TikTok, þetta, hvað segir maður, FIRE? Já, þú ætlar að hætta að vinna hugtak, já. 30 einmitt. Akkurat, þetta er þessi FIRE-pæling sem að ég í og búin að vera með hugan við þetta síðustu ár. FIRE þýðir Financial Independence, Retire Early, sem að þýðir rauninni bara að ná fjárhagslegu sjálfstæði þannig að ég þurfi ekki að vinna. Þetta þýðir ekki það að ég ætli bara, þú veist, vera gömul kona að fara á ellilífeyri. Það er náttúrulega engin lífeyrissjóður að fara að borga mér lífeyri á þessum tíma, sko. En þetta er meira bara, þú veist, aftur inn á þetta frelsi. Þetta er bara, ég vil vinna því að mig langar að vinna, en ekki af því ég þarf þess. Þú veist, eins og það er í rauninni pælingin, bara að ég þurfi ekki að vinna frekar en ég vil og mögulega þarna ætli ég bara 30 ára að hætta að vinna og ég ætla að sjá bara hvað er það sem að mig langar virkilega að gera, því að þú veist það ekki fyrr en að þú getur tekið bara algjörlega svona óháða ákvörðun og þú sér það, ok, það er ekki núna, ég þarf ekki að vinna, ég þarf ekki að gera þetta eða þetta eða þetta, og þá fær dálítið að koma í ljós hvað er það sem að mér langar actually að gera, þá veit ég það 100%, það sem ég fer að gera er ég að gera 100% af því að mér langar að gera það en ekki af því að ég þarf að gera það. Vá, það er svakalegt. Við erum í boði 66 gráðu norður og það er mikið svona gjafa sísón núna. Það er alveg, og líka bara einhvern veginn svona, ég allan mikið svona eins og við ræddum í jólagjafa hugmynda þættinum okkar. Það er bara svo sniðugt að gefa eitthvað sem nýtist vel. Þannig, mér langaði líka að benda ykkur á að 66 er með bara svona lista fyrir hann og hana, svona gift guide. Þannig það er mjög þægilegt ef ykkur langar að sjá bara fleiri hugmyndir. Mér finnst þetta svo mikið must á heimasíðum. Já, akkur er ekki allir síðan með svona. Já, jólin. Þetta er ótrúlega sniðugt. Af því að einmitt, bara fyrir hann, fyrir hana, skilur. Og fyrir börnin og bara svona, það er eitthvað neginn líka bara þægilegt ofta að sjá og fá hugmyndir, stundum er maður bara, mér sérstaklega, þú veist, að finna stundum bara eins og gjafir fyrir bræðu mína, skilur. Þú veist, stundum er ég alveg lost, en það er svo sniðugt að gefa þeim, þú veist, vettlinga eða húfur eða eitthvað svoleiðis. Þannig við mælum með því, sko. Líka fyrir börnin, eins og til dæmis svona merin og ullasettin, skilur. Já, þessi þunna ullin, mér finnst það eiginlega svona besta svona you can't go wrong. Nei, skilur. Þú veist, mamma er alltaf að fara að vera bara yes, thank you. Já, og líka bara þeirri gjöf fyrir barnið, sko. Það er bara classic að gefa eitthvað svona, eitthvað gott sem endist vel og bara, þú veist, heldur hlýja, það er náttúrulega roskalt. Þannig, takk fyrir 66. Já. FIRE, eða þú veist, hvernig fer maður samt að því, því að ég held að margir, þú veist, og maður sá það hjá þér þegar þú varst að segja þetta á TikTok og svona, margir er bara, það er bara, þetta er bara ruggla, eða skilja, þetta er bara ridiculous, skilja. Já, akkurat. Hvernig fer maður að því? Þetta er ekki eins flókið og við viljum halda, þetta snýst bara um það að vita hver er upphæðin sem þú þarft og þá þarftu bara að vita hvað er ég að eyða á hverju ári fyrir sig, hvað er ég að eyða, byrjaðu bara að skoða, hvað er ég að eyða á mánuði, hver eru bara mín útgjöld og síðan hvað er ég að eyða á ári og þessi upphæð sinnum 20, þú veist, þannig árlega eyðslan þín sinnum 20 er FIRE upphæðin þín. Já, auðvitað. Þannig að ég er núna bara að spara rosalega mikinn pening og ég er bara með markmið, þú veist, hversu mikinn pening, ég veit hversu mikinn pening ég þarf að eiga til þess að ná FIRE og og er bara búin að setja mig plan hvernig ég ætla að fara að því. Hjá mér er þetta líka, þú veist, þú getur annarkvort náð FIRE með því að vinna eða í rauninu þéna mikið og eyða mjög lítið eða að þá að byggja upp einhverjar eignir sem að
þú getur síðan selt, eins og til dæmis ef ég byggi upp fyrirtæki og get síðan selt fyrirtækið, að þá get ég verið búin að ná þessari upphæð. Þannig hjá mér, þá er ég bæði með plan sem sagt hvernig ég get náð þessu með því að þéna mikið og eyða lítið og eins hvernig ég get náð þessu með því að byggja upp einhverja eignir sem að ég get síðan selt í framhaldi. En ég er þá ekki að tala um að selja eins og húsið undan okkur eða neitt svoleiðis, heldur þetta meira, þú veist, eitthvað svona sem að þú getur losnað undan án þess að það bætist við auka kostnaður í staðinn. Vá. Það en hvernig fékkstu þessa hugmynd? Eða, veist, hvernig... Já, ég veit ekki eins og hvar ég sá þetta, sko. Einhvers staðar hlýt ég að hafa heyrt þetta. Ég veit ekki hvort ég heyrði þetta fyrst í einhverju podcasti eða eitthvað. Eða bara einmitt. Bara einhvers staðar á netinu, að því að þetta er ekki eitthvað sem er kennt heima hjá mér, sko. Mömmin og pappa finnst þetta vera fáránlegt og þegar ég segi við þau að þau ættu að vera löngu farin eftirlaun, þá finnst þetta mjög skrítin hugmynd. Já, fólki, ég held að þeirri kynslóð líka eins og bara, ég veit ekki hvað foreldrar eru gamlir, en mér finnst svona að vera í vinnu, sérstaklega svona labor vinnu sem þú ert bara, þú veist, að gera eitthvað með höndunum, það er að vera duglegur, en eins og þú ert bara svona, þú ert eitthvað, vill láta peningana vinna fyrir þig, þú ert ekki að vinna fyrir peningunum. Einmitt hugsunin, og þegar þú ert búin að ná færa, þá er það í rauninni, þetta er ekki upphæðin þín til þess að lifa út lífið, heldur er þetta upphæð sem þú þarft að láta vinna fyrir þig til þess að þú getur lifað á þessu út bara lífið. Og ert að reyna að gera þá í gegnum sparnað og þá kannski að selja þú veist, einhverja svona frumkvöðla hugmynd eða... Já, ég bara, mín upprunalega hugmynd var bara að ná þessu bara í gegnum sparnað. Okay. Þú veist, þannig að ég með bara plan A og plan B, þannig að þetta er ekki blanda, en þannig er ég allavega að tryggja mig fyrir því að ég næ þessu hvort sem, hvor leiðin sem að verði farin, sko. Ég er svo forrættin. Já, ég líka, ég bara... Nei, ertu að kaupa fasteignir eða eitthvað svoleiðis? Já, sko, við höfum alveg verið einmitt að hugsa það. Við eigum bara íbúðina sem við erum í, en og við höfum alveg verið að hugsa hvort að við ættum að kaupa aðra fasteign og við höfum aðalega verið að skoða fasteignir erlendis, á Spáni, Portúgal, Ítalíu, og og öðrum stöðum sem að væri þá svona útleigu fasteign og þú veist, ég er líka alltaf að skoða fasteignir hérna á Íslandi en mér finnst bara, það er miklu erfiðar að eignast eitthvað í fasteigninni á Íslandi þannig akkurat, þú veist, í staðinn bara getur við staðgreitt í bara hús á Ítalíu, skilur mig þannig að mér það svona meira heillandi pæling en þannig að það er alveg líka eitthvað sem er inn á þessu plani hjá okkur en við erum líka bara, þú veist, að dreifa sparnaðinum á hlutabréf í sjóði. Já, þannig að þú ert að gera það líka, fjárfesta. Þú ert að fjárfesta. Já, en ég er ekki einhver sérfræðingur í fjárfestingum og ég lærði það snemma að þú veist, til þess að vera góð í fjárfestingu þá þarfst að vita hvað þú ert að gera. Þetta snýst ekki um heppni. Ég treyst alltaf að heppnina mína, sko. Þannig að ég er sjálf ekki mikið að fjárfesta í einhverju svona einstökum félögum, heldur er ég meira að fjárfesta í sjóðum sem að sjá að fjárfesta fyrir mig. Og síðan erum við líka bara alltaf að eldast við hæstu vextina, þú veist, eins og vaxtaumhverfi hefur verið, þá hefur verið að fá svo háa vexti á sparnað hjá þér. Þannig að þá þarf líka að skoða bara þú veist, þegar þú ert að fjárfesta í hlutabréfum eða í einhverjum rafmyntum eða eitthvað, þú veist, ert að gera ráð fyrir því að þú fáir meira heldur en 9% ávöxtun á þetta, því að 9% ávöxtun er bara mjög gott og það er eins og vaxtaumhverfið hefur verið, þá hefur ávöxtunin verið í kringum 9%. Þannig að núna þegar vextinni fara að lækka að þá er ég að skoða hvert maður á að flytja. Setja peningin. Já. Og hvert ertu búin að skoða þetta eitthvað? Ertu með eitthvað tips eða hvernig? Já, ég er svo hrædd við að fara að gefa einhver tips af því þetta er líka bara svo persónubundið, þú veist, hversu mikla áhættu ertu tilbúin að taka og allt þetta, en mitt tips er bara að dreifa áhættunni alltaf. Þú veist, það er hræðileg hugmynd og ég hef prófað það á eigin skinni að setja allt á eitthvað eitt hlutabréf eins og þegar ég keypti í Icelandair fyrir 300 skalla því að ég bara
þú veist, vildi bara prófa að kaupa hlutabréf. Hræðilegt, bara ömuleg fjárfesting og hún hefur ekki ennþá skilað sér, ennþá í þessum bréfum og vonandi mun ég einhvern tímann græða á þeim, en þú veist, þannig að ég held að það sé rosalega mikilvægt bara á meðan þú ert ennþá að læra svona inn á þetta að dreifa áhættunni á eins marga staði þú getur, þú veist, eins og ég kaupi mánaðarlega kaupi í sjóðum, ég kaupi í rafmyndum. Fyrir hvað mikla upphæð? Sko, mánaðarlega ég að setja í sjóði bara eitthvað í kringum einhver, þú veist, bara eitthvað undir kannski 100.000 kall. Ég að setja í sjóði og rafmyndir hef ég líka verið að kaupa bara eitthvað fyrir eitthvað kling, sko. Þar hef ég bara verið að kaupa fyrir kannski, þú veist, 30.000 eða eitthvað. Af því að mér finnst það líka, það eitthvað svona sem ég þekki bara ekki nógu vel inn á, þannig ég ekki jafn tilbúin að taka áhættu þar og líka bara því að vaxtaumhverfið hefur bara verið þannig að ég hef bara, mér líður best með peningin minn bara inn á sparnaðarreikningi, af því þá veit ég, þá engin áhætta. Ég veit nákvæmlega hvað það sem ég fæ, akkurat. Þannig að það hefur verið svona það sem að ég að gera, en svo núna ég að skoða, þú veist, hvort að við ætlum að kaupa þá einhverja fasteign úti og láta það vinna fyrir okkur, en annars fer bara allur peningurum minn alltaf á sparnaðarreikning. En þú veist, ef þú ætlar að kaupir þér ný föt, hvernig það? Nei, jésús, ég á ógeðslega erfitt með eyða peningum, sko. Ég hata eyða peningum. Þannig að ég á rosalega erfitt með, ég gæti ekki farið inn í neina búð í dag og keypt mér ný föt á fullu verði. What? Bara, þú veist, mér líður bara illa, skilur. Þannig að ég þarf alltaf að vera að fá rosalega góða díla, þannig ég versla bara, ef ég versla föt, þá versla ég þau second hand, eins og ég fekk þennan kjól til dæmis í extra loppunni. Oh my god. Og þú veist, þannig að það svona, og líka á dóttur mína, að þar versla ég bara allt í barnaloppunni. Og í einhverjum svoleiðis. Það líka mjög umhverfisvænt. Já, akkurat, og síðan selji ég fötin á móti, þú veist, síðan fer ég og sel fötin hennar og ég ætla að sel líka fötin mín og ég líka bara að reyna að vera meira minimalísk, þú veist, ég vil líka því að við erum í þessar digital nomad pælingu sem bara að flytja út, okkur langar að flytja út og vera þá ekki næs að eiga svona ógeðislega mikið. Nei. Þannig að ég vil bara eiga mjög lítið, þannig að núna ég bara að reyna að losa mig við eins mikið að dóta ég get og það sem ég kaupi þarf að vera eitthvað sem að bæði tekur lítið pláss í tösku hjá mér, af því að ég myndi vilja ferðast bara með bakpoka og ekki með ferðatösku alls það sem við erum og eitthvað sem ég get þá notað á marga vegu við mörg outfit og svona capsule closet. Já, akkurat. Ég heyri það. Nákvæmlega. Það svona pælingin hjá mér. En ég bara pæla, en ertu með eitthvað sko, og þú ert mikið svona sparna, ég sé þú eru fullt af sparnaðaraðanum inn á TikTok og margt sem ég alveg svona, mjög svona sem ég bara, vá, ég hef ekki einu svona pælt í. Ertu með eitthvað nokkur svona bara solid ráð til þess að spara? Þú veist, ekki versla föt. Einmitt. Bara þú veist, fyrir mér alltaf fyrsta skrefið að skilja hvernig eru útgjöldin hjá þér. Skrifaðu niður í hvað ert að eyða peningunum þínum. Þú verður að skilja þannig að þú getur þá farið að skoða, ok, ég er að eyða 50.000 kall á mánuði í make-up. Er ekki hægt að kötta þetta eitthvað niður? Eða ég er að eyða 300.000 á mánuði í mat sem bara raunin hjá mörgum, þú veist, það er að eyða ógeðslega miklu í mat og matarinkaupin eru oft og yfirleitt stærsti útgjaldaleiðurinn fyrir utan eftir að það er búið að greiða reikninga á heimilum. Þannig að ég legg rosalega mikið upp úr því að vera ekki elda ógeðslega dýran mat og þú veist, og það er ótrúlega margt sem við getum gert þar til þess að gera matarkörfuna þína ódýrari, hvort sem að það er að kaupa eitthvað sem er á síðasta séns eða að gera eitthvað sjálfur, þú skipta út skýrin á morgnana fyrir hafragraut og eitthvað svona, þú veist, þannig að bara að skoða hvað kostar máltíðin hjá mér og er einhver leið þannig að við getum farið að borða ódýrara án þess að það þurfa að koma endilega niður á næringunni, það hjálpa mér líka mjög mikið að ég er grænmetisæta, þannig að kjöt og fiskur er alltaf ógeðslega dýrt sko á Íslandi, þannig að mér finnst það líka bara að vera ákveð sparnaðar á sko að vera grænmetisæta. Er maðurinn þá dóttirin líka? Nei, þau eru það ekki sko. Þannig að þau bara
þau, þú veist, ég elda bara grænmetismat heima hjá okkur og og svo, en þegar við förum eitthvað annað, þegar við förum að borða hjá mamma og pappa og eitthvað, að þá borða þau bara hvað sem ég ætla ekki að fara að setja henni einhver mörk, þú veist, ég ætla frekar bara að leyfa henni að taka það ákvörðun sjálf þegar hún hefur aldur til þess en síðan líka bara að húsnæðislán, þú veist, að passa þú sért með útdýrasta húsnæðisláni, skoða það, þarft að endurfjármagna, borgar það sig fyrir þig núna að endurfjármagna og fara í eitthvað annað lán sem á lægri vöxtum, alltaf að elta Hvernig veit maður það? Hvað eftir að skoða þetta? Ég mæli alveg sjúklega mikið með Urbjörg og það svo mikið snillt að vera í áskrift hjá Urbjörg og það borgar sig alveg margfalt því þá getur þú sett inn bara húsnæðisláni þitt þú veist, og þá setur bara inn fastanúmerið á íbúðinni þinni og allt annað, þau vita bara hver íbúðin þín, hvert verðmatið á henni og allt þetta og þá bara látaðu þið vita að þetta lán væri miklu betra fyrir þig. Þú verður að borga svona mikið á mánuði og þú verður með þetta. Já, algjör snillt. Það aks, Það algjör. Þetta gott tips. Já, ég beinta eftir. Já, urbjörg.is og þau eru líka með sjúklega góð samanburðartól fyrir eins og ert að borga ódýrasta rafmagni. Þú veist, hvar ódýrasta að fara í, ég heldur sér líka með eitthvað bifreiða, nei þau eru með bílalána, já, þau eru með bílalána líka. Það enginn að taka bílalán. Ég vona að það sé enginn að taka bílalán. Bílalán hræði. Það held ég bara að eiga bíl bara það leiðilegasta sem ég veit það, ég svo sammála. En ég segi líka bara, þú veist, ekki kaupa þér eitthvað sem þú hefur ekki efni á. Svo ef þú þarft að taka bílalán, þá ertu að kaupa þér eitthvað sem þú hefur ekki efni á. Þá skaltu freka bara, kaupa þér bara einhverja bíldruslu sem þú hefur efni á þangað til þú ert búin að spara þig fyrir Teslunni eða hvaða bíl sem það sem þú vilt kaupa og þá kaupir hennan bíl. Það ekki cool að vera á keyra á einhverjum geggjum bíl sem að svo bara við það að gera það gjaldþrota, skilur, af því þú ert að borga svo ógeðslega mikið á mánuð og endar á því að borga margfalt fyrir hennan bíl í gegnum þetta bílalán. Já, það alltaf líka mikill hégóm í því, skilur það, mikill hégóm, sko. Og bara þetta, þú þarft ekki allt þetta nýjasta og bara sjá í gegnum auglýsingar og þú veist, og ekki láta markasetninguna plata það því að við erum svo sjúklega mikið consumer þjóð og þannig að það svo auðvelt að detta í gryfjuna bara það sem þú heldur að þú þurfir allt. Þú þarft ekki silki náttgrímu og þú þarft ekki, þú veist, það bara svona, hellinga einhverju bullshiti sem að það búið að segja manni að þú þurfir. Ef þú átt ógeðslega mikið pening og veist ekki hvað að gera við hann, gjörðu svo vel. Bara farðu og kauptu þér allt af þessu random drastli sem þú þarft ekki á að halda, en þangað til að þú átt ekki svona fuck you pening, að þá skaltu bara kaupa það sem þú hefur efni á og og þá vonandi einhvern daginn áttu fuck you peningin þannig að þú getur keypt þér það sem að bara allt sem þið langar í. Vá, það geggjað. Vá, þú ert að koma með negljandi. Ég bara klipp en vá, þetta alveg magnað. Ég allan að mér finnst ógeðslega gaman að fylgja þú ert að koma, þú ert svona mér finnst þú setja þetta einmitt skemmtilega upp, skilu, þú veist, út af því að fjármál geta verið alveg bara horror og maður smá svona, en eins og núna, þú veist, bara svona heldur að, þú veist, þú ert svo ung, þú veist, að byrja á þessu núna, þú veist, en ekki bara, þú veist, það aldrei seint að, þú veist, maður ekkert bara þrítur að byrja. Þú veist, alls ekki og seint. Við erum alltaf að seinar að hætta að vinna fyrir 30. Já, ég tókst bara, það gengur ekki. Nei, það markmið freka kannski bara að hætta að vinna bara 50. 50 var alveg næs. Það var alveg næs, já. Ég líka svona, ég myndilega ekki vita hvað ég ætti að gera við mig, skilur, og maður líka ég elska vinnuna mín svo mikið. Já, ég elska líka að vinna. Ég ógeðslega bara, þú veist, þarf alltaf að vera að vinna ógeðslega mikið og það kannski líka þess vegna sem mér langar að gera þetta af því að ég fann það bara eins og ég man eftir því fyrir fæðingarorlof því ég átti Anastasíu og var þá ekkert að vinna og þá var ég bara, oh my god, shit, ég hef hengt allt virðið mitt á vinnuna mína, já. Og þetta var eitthvað sem ég fílaði ekki og þannig að núna hef ég verið að vinna í því bara ok, þú veist, ég meira heldur en bara vinnan mín og ég held einmitt að þegar þú ert komin þarna, þú veist, á þann stað að þú þarft ekki á vinnunni þinni að halda heldur eftir að vinna því að þið langar til þess að vinna
að þá ertu kannski ekki að hengja virðið þitt. Er það ekki líka svona Það er sem markmið geggjað. aðalega, þú veist, ok, mér langar að vinna kannski núna í 3 mánuði, þegar svo ætla ég bara að taka mig pásu og þá getur gert það. Já, Er það ekki svolítið svona pointið að ef þið langar að vinna, þá getur alveg unnið, Já, akkurat. en ef þú langar ekki, þá getur alveg sleppt í. Nákvæmlega, þú veist, Já. þetta snýst einmitt ekki það bara að 30 ára ætla ég bara að setjast í helgan stein. Nei, Þú veist, ég á líka ógeðslega erfitt með að bara að vera ekki að gera neitt, þannig að ég er ekki að fara bara að vera í einhverjum endalausum golfferðum og eitthvað. Nei. Þú veist, mig langar að, og ég er alltaf svo uppfull af hugmyndum og eitthvað, en mér finnst það bara núna, þú veist, þá get ég gæti ekki bara núna í dag sagt, ég ætla að hætta að vinna og bara láta reyna á einhverja geggja hugmynd sem ég er ekki með neinar tekjur af fyrstu 3 árin. Nei, skilurðu? Já. Þú veist, þannig að þetta er meira svona til þess að hafa rýmið til þess að taka klikkaðar ákvarðanir af því ég geta, Já. skilurðu. Ég er still on my journey. Losing all my body hair. Hár journey. Goodbye. Losing it. Já. Ég reyna að safna haustnum, sko, Já. og tapa allir hinu. Já, maður reyna svona, ertu ekki að reyna, finnst þér ekki ennþá vera að fá eftir allt þetta Jó. eignast barn og svona? Jó. Já. Og svona einmitt eins og þetta, sko, ég er á leiðinni í 4. tímabil næst. Vá. Og það er svo magnað hvað, þetta hægist svo mikið með hverju skiptinu. Já, já. Og þú veist, mér fannst þetta svolítið vont fyrst og svo núna er þetta bara, þú veist, 3. skipti var ekki svona slæmt. Ok. Skilur, af því að þú veist, þetta Já, er það verður alltaf minni. Já, þú veist, og þetta er alveg worth it. Ég ætla bara að segja það hér og nú, sko. Þetta er Helt svo þægilegt. Ég rakaði mig ekki eftir 3. skiptir, ég rakaði mig ekki undir höndunum í svona 2 mánuði. Og ég var alltaf, ég var alltaf að bíða. Ég var bara, það hlýtur að koma, það kemur alltaf svona mjúk hár tilbaka, skilur. Ég bara, núna kemur það. Og það var aldrei neitt. Það er fyrst núna að byrja að koma svona mjúk tilbaka, skilur. Í alvöru? Ég var í áfalli. Þannig að ég er svo spennt fyrir 4. hvort að það sé bara að fara kill them all, sko. Nei, ég ætla að fara í þetta því ég held þetta sem mest svona þægilegast að vera ekki þú veist, þetta er bara það leiðilegasta og við stöðum að tala líka sparnaði sem þetta er náttúrulega geggja sparnaðatryggs. Já. Það bara leysir þetta allt í burt. Það rakviðnar. Umhverfisvænna og þarft ekki, þú veist, að viðhalda þessu. Þetta er mjög svona, já. Ok, mér er samt eitt mér langar að segja, talandi um hendurnar og ég var að þurrkandi mér hérna í síðasta þætti. Vinkonum mín var að tala ég veit ekki, hefur heyrt af þessu, að fara í botox undir hendurnar. Já, var ekki Kim Kardashian sem gera. Já, það er bara, þú hættir að svitna. Já, bara hacks. Ég bara, hæ? Ég verðum að kynna okkur þetta betur. Ég þarf að kynna mér þetta og ef ég myndi kynna mér þetta einhvers staðar, þá væri það á húðlæknastöðinni. Ángríns. Þannig við þurfum, já. Þetta er alveg pínu galið, sko. Ég ætla að spyrja, sko. Næst þegar við ætlum að fara núna bara í svona hydrafacial og eitthvað svoleiðis og við spyrjum í leiðinni. Já, ég ætla líka í ráðgjöf. Þannig þá kannski spyrja. Já, ég ætla að gera og report back næst. Will do. Það er svona frelsi, það er líka einmitt að vera svona með góðan fjárhag og það er náttúrulega bara frelsi, þú veist. Það er það náttúrulega og að vera ekki í þessu stressi, þú veist, og þú getur gert allt sem þú vilt og þú ert ekki með samviskubit, þú veist, að ef þú tekur frídag eða ef þú ætlar að taka þér mánuði frí, bara allan desember í frí, skilur við. Það er náttúrulega bara, það er draumur, sko, geta bara aðeins. Það fann það svolítið svona í hvað heitir þetta, fæðingarólunni fannst mér. Það var bara svona, hvað þetta er mikið ró. Já. Eins, þetta sé ekki ró, æskilji. Já, þetta er svona öðruvísi, þú veist, maður skiptir gír eitthvað. Já, ákveðið svona peace of mind og maður er svo miklu meira, skilur, þetta er mitt. Já. Og bara líka, mér fann þetta líka þegar ég var ólétt, var bara eitthvað í meðgöngujóga, ég var miklu duglegur að gera eitthvað svona, bara eitthvað, þú veist, hvað farið bara klukkan 4, skilja. Já, nákvæmlega. Mér líður þess að ég geti gert neitt klukkan 4 eða 5 á þessum, skilju, tíminni núna ég er bara eitthvað, hvað með góður, bara nei. Akkurat. Þannig að þetta er svona eitthvað neginn, þetta er eitthvað neginn öðruvísi. Já. Vá, mér finnst þetta svo áhugavert. Mér finnst þetta svo áhugavert, ég eitthvað neginn bara er bara eitthvað svona amazed. En þannig að þú mælir mig fyrst að setjast niður og fara yfir hvað þú ert að eyða. Já, bara skrifa það niður. Það veldur mér smá kvíða, ég ætla ekki að ljúga. Já, en ert þú ekki með Netflix, allt þetta? Jú, ég er alveg með áskriftir, einhverjar, sko, en ég þoli samt ekki áskriftir, ég þoli ekki svona lítil,
einhver lítil útgjöld, sko, Já, en sem tekur ekki eftir en þau samt safnast upp. já, þú veist, og líka bara þessar litlu bónusferðir eitthvað að kaupa eina samlok og eitthvað, að því ég skrifa þetta allt niður, skilur, þannig ég vil frekar allt sem þú kaupir inn? Já, ég skrifa allt, þú veist, Þú ert ekki að fara bara útgjöldin. yfir kortið þitt eftir enda mánuðis, þú ert bara að skrifa allt inn. Já, ég skrifa í rauninni allt sem að fer, ekki jafnáðum, ég ger þetta yfirleitt bara á mánaða fresti, að þá skrifa ég niður bara öll útgjöldin og þá sé ég og svo ég með þetta, ég með þetta á Notion, þannig að ég get bara að skoða, ok, þetta það sem að fara í mat hjá mér, þetta það sem að fara í skemmtun, þetta það sem að fara í föt, þetta það sem að fara í húsnæði, þú veist, og með þetta svona flokkað, þannig ég get séð þá, og spottað fljótt, hvað óvenjulegt og get þá tekið á því, eða þú veist, sum útgjöld eru líka bara í lagi, skilur. Já, er eitthvað svona sumt sem þú svona ekki tilbúin til að fórna? Já, eins og fyrir mér það að ferðast, útlandaferðir. Já. Þú veist, ég geri það á mjög ódýran máta, en það svona eins og upplifanir, þú veist, að það eitthvað sem að mér finnst vera þess virði að eyða peningum í, miklu frekar heldur en hlutir. Þannig að ég hugsa, þú veist, áður en ég kaupi mér allt, þetta eitthvað sem ég mun muna eftir 5 ár. Þannig að, þú veist, ég að kaupa mér, ef ég að kaupa mér pils og ég veit bara, oh my god, ég mun muna eftir þessu pilsi eftir 5 ár, þá eftir að vera ennþá bara þetta geggja pils, að þá bara, ok, þá það þess virði. Já. En ef þetta eitthvað sem ég bara mun gleyma eftir korter, þú veist, bara nota þetta 3 svar og svo gleyma þessu, að þá þetta ekki þessi virði. Þannig að þá veit ég líka að ég að eyða í eitthvað sem að skipta mig máli, og ég líka rosalega mikið svona hugsa rosalega mikið út í allt sem ég að eyða. Ég rosalega erfitt með að taka einhverja svona spontant ákvarðanir. Þú veist, ég þarf alltaf að, til dæmis ef ég að kaupa mig föt, að þá, þú veist, þarf ég fyrst að fara og ég þarf að máta og ég ok, þetta geðveikt, svo tek ég mynd. Ef ég ennþá að hugsa þetta 2 vikum seinna. 2 vikum? 2 vikum? Já. En það ekki bara búið? Mögulega, það þá ekki bara geggja? Það ekki bara En mér finnst alveg áhært, þú ert samt meðgætt svona litrikan og þú ert alveg skvísa og svona, þú veist, út af því að þannig ég svona, hvernig að viðhalda þessu öllu, þú veist? Já, nákvæmlega, ég einmitt með lið á TikTok, Instagram, á TikTok á spænsku, það sem ég segi bonita, pero barata, sem að þýðir bara sæt en ódýr. Já. Sæt on a budget. Já, sæt on a budget. Og það að sína frá því hvernig, að því mér finnst gaman að skvísa og mér líður vel þegar að ég lít vel út. Og þannig að þú veist, eins og fyrir mér bara, ég vil vera ljósærð. Það þýðir bara, ég lita bara á mér hára heima. Já. Ég kaupi bara pakkalit og lita mig sjálf. Setur í nótuna bara sjálf? Nei, ég bara þú veist, þetta bara litur sem ég hef litað mig sjálf. Ég búin að lita mig sjálf í meira en ár. Hef aldrei ekkert farið á stofu. Og þú veist, ég lita mig einu sinni í mánuði. Ég geti aldrei gert það ef ég væri að fara á stofu. Nei, oh my god, að fara á stofu. Það maður skilur það dýrt, skilur, þannig út af þau eru líka bara með stólalegu og þau þurfa, skilur. Þetta bara business. Já, þetta business. Ekki að það væri svo erfiðar að vera ljósar og þurfa að lita heima, því dökkar svona... Já, það er meira easy. Ég man alveg, ég tók alveg tímabili í bíó í Frakklandi, við alltaf að setja í rótina. Já, er það ekki líka bara ósla margir sem gera það, dökkar? En ég challenge ljósar, ég að segja ég er náttúrulega alveg svona náttúrulega, þú veist, ég er örugglega með svipaðan lit og þú, eða eitthvað náttúrulega. Þannig að það hjálpa líka alveg að, þú veist, ég er ekki með dökkt hár. Það er ekki svona gult. Já, því að maður hræddu við það, því að, þú veist, maður veitur svo margar sérstaklega út af því að þegar við vorum úlingar, þá voru stelpur bara að gera þetta heima og það var bara svona hvítrót og bara svona appisungult eitthvað, þú veist, og ég held að margir okkar aldur, maður er svona brendur eftir pakkalitina. Já, ég skil það. Þannig þú ert kannski komið líka meiri gæði í þetta. Já, ég veit ekki, en ég er líka með... Já, segðu okkur. Ég kaupi bara útýrasta litin. Ég er bara frá Garnier, sko. Garnier, Danol, farið samstarf við hana, sko. Nákvæmlega. Að því að þú veist,
ég kaupi bara ljósasta litin og litaði bara sjálf og ég ekki góð í þessu. Þú veist, þannig ef þú En myndir það samt alveg hreyfing í því og það Já, fallegt, þetta ekki eitthvað kalkuleita, sko. Ég bara hendur þessu, þetta alltaf bara daginn áður en ég að fara að gera eitthvað, skilur. En og síðan ég tími heldur ekki að kaupa fjólublátt sjampó. Ekki? Nei, af því það líka svo dýrt að kaupa gott sjampó. Þannig að ég keypti í Ekvador og mannum mín finnst það svo fyndið. Ég keypti svona fjólubláan lit í apóteki sem kostaði mig $150 kall og þetta ógeðslega sterkur fjólublár litur sem að í Ekvador þetta er notað á sár. Eins og ef þú fær blöðru eða eitthvað, þá nota þetta, ég veit ekki hvað það sé til á Íslandi, en ef það einhver sem veit ekki kaupi þetta í Ekvador fyrir þau, þá skal ég gera það og legg 50% og ég fæ 50 kall út úr því. Og þetta er bara svona pínulítið, bara dropar. Þannig að ég set bara dropa ofan í hárnæringu. Eða sjampó. Hárnæringu eða sjampó og nota það bara. Og það virkar. Já, oh my god, ég hef aldrei verið með neitt. Maður þarf alveg að passa sig að þetta er svo sjúklega litsterkt. Já, svo verður bara ekki fjólblá. Ég er bara eitthvað meist yfir þess. Ég er bara eitthvað svona, ég held að það sé ekki... Ég finnst þetta svo skemmtilegt, svona hacks. Já, þetta er bara ekki. Ertu með eitthvað meira svona make-up? Hvað veist hvað make-upið til dæmis? Já, eins og make-upið mitt og mér finnst alveg gaman að kaupa make-up og það hefur verið oft mun stærri útgjaldaliði hjá mér heldur föt. En núna ég er alltaf að nota sama make-ið og það er eiginlega ekki make, þetta er bara svona dagkrem frá Erborian, hana græna. Já, það er geðveikt. Já, það er geðveikt. Ég elska það, en það er líka dýrt. Já, ég ætla að segja það. En það er alveg eitthvað, þetta endist mér alveg sjúklega lengi, þannig að núna til dæmis keypti ég einhvern tímann á tax-free hagkaup fyrir örugglega meira heldur en 8 mánuðum síðan. Og þetta er bara búið að endast mér, ég nota hverjum einstu degi. Þannig að þetta er eitthvað svona, það er svona bara svona staples sem að ég er tilbúin að kaupa. En annars reyni ég bara líka að eiga mjög lítið. Þú veist, þannig að því ég er alltaf að ferðast, að þá vil ég ekki eiga ógeðslega mikið. Þannig að þetta þarf bara allt make-upið mitt þarf að komast í eina make-up tösku. Og ég er líka rosalega í svona pröfum. Já, það er sparnaðarhags, sko. Það er alveg sparnaðarhags, þannig að þegar, þú veist... Ylfaspröfum og svona. Já, ylfaspröfum. Vá, þú ert alveg bara sparnaðar geitin, sko. Ég get alveg verið dótt ekstrím, sko. Það er samt, það er alveg bara, það er samt út af því að þetta er alveg hægt, þú veist, ef að fólk vil spara, því að það er svo oft eitthvað svona, þú veist, ylvanum þetta er svo dýrt eða eitthvað svona, en það er... En bara þessar pröfur, það kosti ekki neitt, þú veist, og líka bara pröfur á make-upi sem að maður fær stundum á einhverjum viðburðum með eitthvað, þetta endist mér bara í marga mánuði, sko. Já. Þú veist, þannig að ég elska allt sem er bara, ég þori líka að kaupa eitthvað svona sem er stórt. Þú veist, ég vil bara fá mini-version af öllu. Já, það er líka gaman að prófa mismunandi og eitthvað. Já, en líka bara þannig að þú veist, það passi í töskuna mína. Já. Hún er bara ekki stór og það þarf bara að passi hana. Já, ég bara get ekki með neitt meira, sko. Þannig að en annars líka bið ég stundum í jólagjöf og ammælisgjafir og svona. Og þá veit ég hvað það er sem að ég vil og þetta er þá eitthvað sem að ég fæ í jóla og ammælisgjafir. Mér finnst alveg gaman að kaupa make-up líka fyrir útlöndum. Því þú ert alveg svona skvís, sko. Því að ég held að margir sem eru svona, ég var eitthvað tíma, það var einhver gaur sem ég sá á TikTok eða eitthvað, hann var að mynd bara eitthvað, ég safnaði hætti og það var bara skilu, ég held að þú veist, og þú ert svo glaðlega, hann var bara eitthvað, þú veist, bara í bara öllu bara basic, það var ekki að skilu, þú veist, hann var bara ekki með klippingu, þú veist, ég held að, þú veist, þannig, þú veist, maður myndi ekki halda að þú væri bara eitthvað að spara, þú veist, þannig það er greinlega hægt, bara, þú veist, þetta er bara nýska. Svolítið að það ekki að spurja sig hvað maður vill, þú veist, fórna skilur til. Já, herra, ok, já, ég get kannski aðeins. Já, þú veist, aðeins. Ég allavega geti gert það. Já. Ég get ekki go all in, sko. Ég gerum alveg grein fyrir því. Ég er alveg... Já. Það þurfa líka bara ekkert allir að vera það. En samt svona, þetta pappar maður í að, þú veist, fara yfir, þú veist, mánargjöldin og svo er þetta svona, herra, ok, dude, you need to chill here, skilur. Og ég veit svona alveg hvað það er. Akkurat. En það er líka, já. En að sjá það, þú veist. Það er þannig, og það er svo gott, þú veist, þegar þú sérð þessar upphæðir, að því þú finnur ekkert fyrir því þegar þú smellir kortinu þínu. Hvað þú veist, þegar þetta er í símanum og það sem ég hef annars sparnaðar sem ég er með, sem ég hef notað í mörg ár, er að vera ekki með peningin á kortinu mínu.
þannig að í hvert einsta skipti sem að ég þarf að kaupa eitthvað, þá þarf ég að millifæra á mig. Ég er að gera það. Þetta er ógeðslega pirrandi, skilur, þegar ég er með lítið badd í bónus og bara reyna að greiða og ég þarf þá að fara á millifæra, en þetta er samt þannig að ég gerir mér þá miklu meiri grein fyrir því hverju ég er að eyða, því ég finn fyrir því að því ég er að gera millifærslu á sparnaðarreikningunum mínum inn á kortareikningi minn, þú veist, og þá er ekki hægt að fara og bara tappa endalaust. Ok, ég er enda að gera það alltaf. Ég er svona með eitthvað, en það gerðist, það var ekki svona, ég var ekki pælingu, það var bara, ég týndi kortinu mínu, þú veist, að leggja inn á annað, því að, þú veist, og ég átti eftir að tengjast hana í Apple eða, þú veist það. En mér finnst það ógeðslega næst, því að mér finnst ég oft vera svona, eitthvað vá, ég þarf að leggja inn á svona, þú veist, ef maður er í búðin eitthvað, maður pælir, það er alveg gott svona. Það er fyrst notification, ég fæ notification þú veist, frá appinu. Apple Pay. Nei, veist, ég er frá bankanum Já, það fæ bara notification, þú varst að eyða 14.000 krónum, skilur. Og svona eftir að ég er búin að gera það, skilur. Það er alveg svolítið samtalið næs, sko. Já. Þetta er svona, ok. Það er líka... You did that. Já. Einmitt. En það er bara, já, einmitt, en hvað þetta er búin að vera áhugavert. Þetta er búin að geggjað. Þetta er bara, ég er, þú veist, í sjokki. Já, þú er búin að koma svo, ég held að allir sem þáttu verður bara eitthvað stórt klipp. Já, þetta. En ég var samt að, þú veist, við vorum svo hissa, við vorum að skoða á Instagram. Þú voru að byrja á Instagram líka, sko. Með svona góð ráð. Oh my god. Ég hef ekki tíma, sko. Ég eitthvað svona Instagram-vesen. Ég var einmitt að segja Guðrún áðan bara, þú veist, Instagram er ekki minn miðill af því að þetta er svo fínt, skilur við. Og ég er ekki svona, þú veist, ég get alveg verið sæt, en ég er ekki, þú veist, ég er ekki Instagram skvísa, sko. Mér finnst leiðilegt að taka myndir, þú veist, ég er bara vídeo alltaf og þú veist, mér finnst þau ekki vera svona no pause einhvern veginn fyrir... Sko, Instagram er svona aesthetic og TikTok er bara Snapchat er bara eitthvað nákvæmlega, skilju. En ég skil hvað þetta við, þetta er allt öðru sem miðlar, sko. Þetta er það nefnilega, þetta er það. Þannig að ef þú er að fara að setja eitthvað inn á Instagram, væri þetta alveg gaman að setja kannski svona Canva, svona... Já, gera sparnaðar á. Já, eitthvað svona ráð. Setta bara blað, skilju, þú veist. Það er ekki að taka myndir af þér, sko. En bara tips á Instagram. Og það mér langar alveg að sjá það á Instagram líka, sko. Því ég held að væri, og það ég held, sko, þú veist, bara, þú veist, þú átt svo mikið inni á miðlunum. Þess vegna er ég svo hissa, þú veist, bara svona, þú veist, deila meira, sparnaðaráðum okkar. Því að ég er svo fulla innblæstra eftir þetta spjall, sko. Já, ég þarf eitthvað að fara skoða, og veist, út af því að maður vill alltaf gera betur og eins og segir, þú veist, með svo góða punktur, maður þarf ekki allt og ég tala ekki núna í desember, Black Friday og ég veit að við erum samt líka með samstagsal og allt þannig, en þetta er samt, þú veist, við leggjum alveg áherslu á að reyna að velja vel og, þú veist, umhverfisvæn og allt svoleið, sko, þannig það er góða punktur, sko. Já, og það er ekki þannig, þú veist, þú þarft ekki að neita þér öllu og þið þarf eitthvað að líða illa, þú mátt alveg kaupa þér það sem að þú virkilega vilt fá og þá líka, þú veist, þegar þú ert virkilega búin að ígrunda kaupin, að þá ertu, ég til dæmis þegar ég kaupi mér eitthvað, ég er ógeðslega spennt að því ég er búin að hugsa þetta yfirleitt í marga mánuði, þú veist, og þá er ég bara eins og núna, þá keypti ég mér svona Shark, hárblásara á 11.11 og ég var svo spennt að því að, þú veist, ég hef ekki keypt mér neitt þannig, og þetta er eitthvað sem ég er búin að langa að kaupa svo lengi, þá verður þetta miklu stærra moment. Bák, það er góð punktur. Líka það er, þetta er bara... Þetta búið að vera mjög skemmtilegur þáttur. Já, og bara amazing, sko. Takk æðislega fyrir að koma. Já, bara takk fyrir að fá mig. Og við mælum alltaf með að fylgja þér á TikTok og vonandi Instagram. Akkurat, ég er með markmiðan á 5.000 followers fyrir fyrir 2025, þannig að bara please ef það er þá að hlusta bara fylgji mér fyrir mig unfollowa mig í janúar, ekkert mál það er að ná þessu markmið. Já, oh my god, það verður ekkert mál, sko, og Garnier þarf bara samstæð Já, nákvæmlega Já, bara Danál hræriðinni, þannig, það ángrís, þú myndir mók selja hana lit, sko. Já, nákvæmlega. Ég var alveg bara, don't gatekeep. Hvað er þetta? Það er allavega hugmynd, annars, takk að þetta fyrir okkur. Takk fyrir. Bye.